Komið sæl og verið velkomin hérna í sjötta þáttinn í 16. úrslitum fótbolta nördans. Við höldum áfram, við erum aðeins seinna á stað núna í þessari viku vegna veikinda hjá mér en það bara eins og það og hérna vonandi að við getum haldið áfram með að komast út á réttum tíma einu sinni í viku eftir hérna í frá, sjáum til með það. En tveir frábæri gestir hérna hjá mér aftur. Arnór Gauti Ragnarsson, fyrsti keppandur sem var hérna í fyrra líka, back by popular demand. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Þú hefur, þú náttúrulega hefur ekki hætt í DMs hjá mér þannig að biðjum að fá að koma aftur. Ég verður að fara að spila þennan leik. Já. Nei, þú kemur hérna hættur í fótbolta en þín síðasta keppni fyrir Aftureldingu. Já, þetta er svona mitt helsta draumur að enda fyrirlinn á spurningakeppni. Einmitt, þannig og náttúrulega fyrst ekki að spila nú á síðasta tímabili þannig að þú fara að spila alla mínútur. Já, ég er einmitt að vona að við erum ekki skipt út af hérna eftir smá. Við erum einmitt svona alltaf að kíkja hérna í setjastofun og hvort það sé eitthvað mættur, Axel eða Aron eða eitthvað. Og mótorinn í dag, hann er alls ekki á verandanum, það er Helgi Fannar, 4-3-3, vertu velkomin. Takk fyrir það, kærlega. Þú ert ekki að mæta aftur. Nei, þetta skipti og bara mjög spenntur. Ég hlusta mikið og hann er bara gaman að taka þátt núna. Já. Fótboltanördin er spilaður í 6 liðum og það byrjum við alltaf á hraðaspurningum, svo förum við í ferilinn, byrjunarlið, almenna kunnáttu, tölfræði og endum á síðasta sjans. Við ætlum alltaf að byrja í hraðaspurningum þar sem að bæði lið fá 10 spurningar á 60 sekúndum. Þannig að Gauti, þú nær hurðinni og bjóð þér að kíkja fram á meðan Helgi byrjar. Ég skal eitthvað bara að skúgla. Já, Helgi, ert þú tilbúinn? Ég er klár. Ef að það byrja einhverja leiðindar læti, þá bauðustu afsökunar því. Það eru endalaustar framkvæmdir í gangi í þessu húsi hérna. En þá bara byrjum við núna. Leikvangur ljóssins er heimavöllur hvaða enska úrvalsdeildarliðs? Sunderland. Rétt. Frá hvaða landi er Jay Burns sem lék 4 tímabil með Breiðablik á árunum 97 til 2001? Bandaríkjunum. Rangt. Solista, Stadio og Maestro er dæmi Pass. Hvað er nafn pólsku úrvalsdeildarinnar? Extra klassa. Rétt. Hver á metið fyrir yfir flest mörk skoruð í efstu deild á Íslandi á einu tímabili? Það var djúvillir, ég er búin að lokast þetta. Herru, pass. Frá hvaða liði var Ruud van Nistelrooy keyptur til Manchester United? Það var PSV. Rétt. Hvað er vítapunktur langt frá marki? 12 metrum. Rangt. Go Ahead Eagles, Heracles og Telstar eru lið frá hvaða landi? Hollandi. Rétt. Hvað var HM árið 1986 haldið? Það var í Mexíkó. Rétt. Hvert er gælunafn Víkinnar heimavallar Víkinga? Þetta er jafnframt síðasta spurningin. Það er heimavöllur Hamingjunar. Og það er rétt. 60. Virkilega vel að séu vikið. Þannig að í hraðaspurningunum flott ramstæða 60, það er betra markir. Já. Og það náðum við í Arnór Gauta og sjáum hvort að hann geti gert betur eða verð. Já, Gauti, ert þú líka tilbúinn? Svona eins tilbúin maður verður, búið að leika með grátt þarna í fyrra þannig að... Já, við sjáum hvort það getur betur þá núna en í ár. Manstu hvað það náðu miklu í fyrra? Einni held ég. Já. Í báðum. Ok, þannig að það er lágt golf. Já, mjög lágt golf. Herðu, þá byrjum við núna. Leikvangur ljóssins er heimavöllur hvaða enska úrvalsdeildarliðs? Sunderland. Rétt. Frá hvaða landi er Jay Burns sem lék 4 tímabil með Breiðablik á árunum 97 til 2001? Kongo. Rangt. Solista, Stadio og Maestro er dæmi Solista, Stadio og Maestro eru dæmi hvað? Miðverði. Rangt. Hvað er nafn pólsku úrvalsdeildarinnar? Ekki hugmynd, pass. Hver á metið yfir flest mörk skoruð í efstu deild á Íslandi á einu tímabili? Benoni. Já, rætt. Frá hvaða liða var Ruud van Nistelrooy keyptur til Manchester United? Feyenoord. Rangt. Hvaða vítapunktur langt frá marki? 12. Rangt. Go Ahead Eagles, Heracles og Telstar eru lið frá hvaða landi? Hollandi. Rétt. Hvar var HM árið 1986 haldið? Barca. Rangt.
Og loka spurningin, hvert gælunafn Víkinar heimavallar Víkinga? Oh my god, það þarna gleði. Nei, heimavallar gleðinar, nei. Já, segjum það. Ég geti ekki gefið rétt. Já, Hamingjunar hana. Það kom á loka sekúndunum hana. Vel gert, Gauti. Og 4 stig fyrir hraðaspurningarnar. Ok, betra, 300%, 400%. 400%. 400%, já. En staðan þó eftir hraðaspurningarnar eru 6-4 fyrir Helga. Hann stóð sér vel, hann að byrja borinn góði. Elskum þetta. Við ræðum þetta ekki meira það sem eftir en þið veitir bara á þessu. Gott að vita. Já, förum þá bara yfir það sem að vantaði í hraðaspurningum. Heyrist þetta eða? Já, þetta heyrist ekkert eitthvað rosa hátt samt sko. Ok. Já, sá sem að Jay Burns sem spila fyrir Breiðablik, sá frábæri leikmaður. Hann var frá Nýja-Sjálandi. Solista, Stadio og Maestro, þetta allt takaskor fyrir Lotto. Já, svoleiðis. Já, ég Auðvitað. bjóst við sko skóperanum. Nú er ég pirraður. Ég hefði aldrei náð þessu sko. Nei, ég er nefnilega ekki skóperi sko, ég veit að þú ert það. Já, ég er mjög svettur út í sjálfum mig. Já. Ég veit ekki ná. Pólska úrslitinn, það er ekstra klassa sem að Helgi var með. Já. Og, en þú varst með eitt sem að Helgi var ekki með, það er Benóni Birgir Andrisson sem að var með flest mörg skoruð í efstu deild. Ég bara fraus. Já. Þú talaður þetta á. En ég fór strax að hugsa samt eitthvað legend sko. Já, ekki Benóni Birgir. Bara andrarúnar og eitthvað svona. Já, Rútvan Eistur kom frá PSV, það var Helgi með. Og vítapunkturinn er 11 metra frá marki. Þið sögðu báðið 12. Ég veist það. Hérna HM86 var í Mexiko og gælunafn Víkinar er heimavöllur Hamingjunar, eins og þú sagðir hérna alveg rétt á loka spreffinum. Herðu, já, það er skemmtilegt. Þá förum við bara í næsta sem að er ferillinn. Ferillinn virkar þannig að já, þið hefðu vantilega séð í öðrum þættum og þessum þætti, það bil hvernig þetta virkar, en þetta er að þið fáið lið frá einhverjum ákveðnum leikmanni og tímabilið sem hann var hjá því liði og leikina sem hann spilaði og mörkin sem hann skoraði og þið fá eitt lið í einu og getur hæst fengið 5 stig ef þið náðu í fyrsta og svo 4, svo 3, svo 2 og 1 og eitt gisk á lið og þetta eru bjöllurspurningar, þannig að þið megi nota þessar aðeinslega bjöllur sem þið eru með hérna og þá byrjum við bara á fyrsta leikmanni. Hann var frá 2008 til 2016 hjá FCK, 172 leikir, 19 mörk. 172 leikir, 19 mörk. 2008 til 16 segir ég. Já. Já. Það er ekki sig, eða? Raggi Sigur ekki rétt svar. Hvað er mörk segir þú? 19 mörk. Já. Nei, það er ekki með það. Nei, þá fyrir við bara í 4. stiga vísbendinguna og hann fyrir frá FCK til 2017 til 2018. Þá fyrir hann til Werder Bremen og spilar þar 45 leiki og skora 7 mörk. Það Fischer, Viktor Fischer. Það er fínt gisk, en það er ekki rétt. Nei, ég er ekki að Jónas Vind. Nei, hann er miklu yngri. Nei, það er ekki rétt. 3. stiga vísbendingin, þá fyrir hann 2018 til 2021 Borussia Dortmund 62 leikir, 4 mörk. Það er Helgi. Er þetta hérna Yusuf Poulsen? Það er ekki rétt. Gott gísk. Já, fínt gisk, hann var hann í Þýskalandi. Ég er bara ekki alveg að tengja. Ég ætla að passa þetta. Ok. 2. stiga vísbendingin, þá ætla ég að gefa ykkur 2 lið. Það sem hann fer á 2 lán. Fyrst 2023 fyrir hann til Hoffenheim, spila bara 6 leiki og 2023 til 2024 fyrir hann til Anderlecht á láni líka og spila 23 leiki og skora 1 mark. Heitir hann Daremi? Mohamed Daremi? Já, Daremi eitthvað. Það er ekki rétt. Er þetta bara Jókim Mæle? Það er ekki rétt, heldur. Hann er ekkert að skora mikið í þessu gæði sko. Ég held að vera framherji í byrjun. Herðu, 1 stiga spurningin 2004 og er þar enn
þá var hann aftur komið til FCK 32 leikir og 5 mörg. Cornelius Það er ekki rétt. En það er vissulega Hann kom líka hitti fyrir þetta FCK allir. Já, það er vissulega maður sem skorar ekki mikið Nei, og er bara ekkert sérlega góður í fótbolta. nei, ótrúlegt. Þetta er svolítið vandræðalegt til við ekki það. Já, þið veit alveg hvað þetta er, sko. Hann er reyndar ný farin held ég, en Lukas Leraga er bara Ég er bara ekki hugmyndu hvað þú sagðir, sko, en það er ekki rétt. Nei, heyrðu, þetta kom ekki, en hérna ef að ég gef ykkur smá vísbendingu sem að þó að þið fáið engi stig fyrir, með svona smá bandarísnafn eiginlega, frekar en danst, og hann er Dani, miðjumaður. Já, ég bara mann ekki hvað gaurinn heitir sko. Ég var með hann í Dortmund að þetta væri eins og, þú veist, komið Já, ert að grínast Thomas Delaney Já, Tómas Delaney. mitt. Úff, Já, þetta er vandrarlegt sko já, það kom ekki þannig, en 0 stig í fyrsta ferlinum, þá bara förum við í næsta feril og sjáum hvort það getur gert betur þar. Jesus Christ. Ég ætla að reynda að leiða mér efast að þið náið 5 stigum, þar sem að við byrjum næsta leikmann á 2004 til 2006 á Bastia. 32 leikir og 0 mörg. Bastia. Já, B-A-S-T-I-A. Já, ég ætla að bara fara í næsta sko. Bara gíska því að ég veit hann fórðanga aftur svo frá Arsenal setna, er þetta Sebastian Skilacci? Það er ekki rétt. Jesus. Það er skemmtilegt. Já, það hefur verið geðveikt. Ég gengið hérna út sko. Held hann að vera þangað síra ferlinum. Herðu, já, og þú ætlar bara að passa, Gauti. Já, ég bara alveg. Í 4 stiga flokknum, þá fáið þið tölið, eða þú veist, þið fáið sama lið, en þið fáið tölið í rauninni, að því að á 2005-2006 þá fer hann að láni til Arsenal og spila þar 5 leiki og svo fer hann alfarið yfir til Arsenal 2006-2012 og hann spilar þar 133 leiki og skora 7 mörg. Það er ekki. Þetta er ekki Gael Clichy. Það er ekki rétt. Ég er Arsenal maður sko, hann er eitthvað vond sko. Já, En þeir hafa nokkri verið þarna, frakkarnir sko. Ég veit að frakki þar að segja, en ég gerir á fyrir því. ég gef ekkert upp. Nei, við varum svona að reyna að horfa í augun og svona dálega þig. Já, og þú dáleiði með okkur degi, Gauti. Fuck, sorry, ég er alltaf að blóta maður. Það má, sko. Ok. Fuck. Nei. Nei, ég ætla að Þetta er ekki. passa þetta, nei, þetta er ekki að koma. Nei, já, ég ætla að gefa ykkur stort hrós ef þið náðust í 3 stiga. Því að 2007 þá fyrir hann lán frá Arsenal til Charlton og spila 12 leiki. Þetta er ekki Jóhann Djúru eða? Nei, það er ekki rétt. Nei. Þetta er bara útrúlega vandrarlegt. Alltaf þegar Verðlega alltaf þegar Helgi segir eitthvað, sko, þá segir sko hérna bara ángistina í augunum á Gauta, sko. Vombriði, ekki. Herru, Jesus Christ, þetta er ekki lagi, maður. Ekki er þetta klísi eða eitthvað. Hann er náttúrulega búinn að segja það, sko. Nei, hérna. Oh my god, hvað heitir hann? Hann heitir, nei, þetta er ekki hann, pass. Herðu, núna vil ég eiginlega helst að þið ná þessu, sko. Fyrir 2 stig. Frá 2012 til 2016 Barcelona 39 leikir, 1 mark. Helgi, Alex Song. það er rétt. Hann var nefnilega ekki frakki. Nei, ég var með það svolítið fast sko. Já, og hann náttúrulega fór til West Ham síðan Já. og Rúben Kazan þar sem hann spilaði undir góðum orðstýr. Eftirminnilegt. Já, mjög eftirminnilegt. Já, hefðu fyrsti ferillinn sem kom hérna í þessum þætti, frábært. Já. Þá fyrir við í síðasta ferillinn, sjáum hvort að hann kom eitthvað fyrir. Og já, 2006 til 2007 byrjaði hann ferillinn sinn hjá Lens en spilaði bara 2 leiki. Já, ég held að koma ekki fyrsta. Nei, fyrir 4 stig. Ég er rosa gjafmildur í dag, ég ætla að gefa ykkur aftur hérna 2 stykki. Þetta er samt aftur samanlið. Þetta er 2007, þá fer hann lán til Tottenham, spila 2 leiki, en 2007 til 2009 fer hann alferð yfir til Tottenham og
spilar 7 leiki og hann hefur ekkert skorað en það. Spila 7 leiki á 2 árum? Nei, fyrir ekki, hann spila 2 leiki hann á svo láni Já. og 7 leiki síðan þegar hann fyrir alfarið yfir. Já. En hann fór í Tottenham. Þú ert ekki að grínast í dag? Ég er aldrei að grínast. Engu nær, sko. Nei, þetta er ekki að... Það er ekki að fara bara í næsta? Jú. Fór bara 3 stiga. Já, takk. Herðu, ég fóð það aftur 20. En aftur sama lið. Því 2008 til 2010 er hann á láni hjá QPR. Þar sem að hann spilar 48 leiki og skorar 8 mörk. Og svo fer hann alfarið yfir til QPR 2010 til 2015. Er þetta Remi eða? Það er ekki rétt. Og þar sem að hann spilar 109 leiki og skorar 26 mörk. Þá fer hann loksins að spila eitthvað. Er þetta hann Tarabt? Þetta er Adel Tarabt. Já. Þetta. Töframaðurinn. Góð framastað hjá Helga í ferlinum og staðan er orðin 11-4. Vel gert. En nóg eftir, Gauti, eins og þú þekkir. Jú. Þú er einhvern veginn komin tilbaki í þessu og varst með 1 stig eftir hraða síðast. Jú. Já. Þú, Gauti, comeback king, sko. Já, maður er síðast þarra. Ég er ekki að fara að kæla kampaðinni neitt á næstunni, sko. Já, þú getur sett það fyrir steina aðeins. Herði, þá fyrir við bara beint yfir í byrjunarliðið. Og byrjunarliðið virkar þannig, þetta er svona svipað El Grande, þar sem að þið skiptist á að nefna 1 nafn, nema bara hvað að þið fáið samtals 11 gisk á hvert lið og þið eru ekkert búnir þó að þið segið vitlaust. Og já, þetta er bara að þið ætlaði að nefna byrjunarliðið hjá einhverju ákveðnu liði sem spilaði einhvern ákveðin leik og Gauti þú ert undir þannig að þú mátt byrja á liði FC Bayern München gegn Barcelona í 8 liða úrslitum Champions League 2020 þar sem að þeir unnu 8-2 samtals en þetta er held ég fyrirleikurinn þannig að það sem að Bayern var heima ekki það, kannski það skiptir öllu máli. En já, Bayern 2020 á móti Barcelona. Neuer í markinu? Neuer í markinu. Já, og ég bara... Þá máttu bara... Já, er ekki Joshua Kimmich með? Kimmich er með. Goretzka? Það er rétt. Lewandowski er rétt. Müller? Já. Erum við ekki þarna með James Rodríguez í Bayern? Nei, allavega ekki byrjunarliðinu. Er Alfonso Davies mættur hérna? Já, hann er hann á staðnum. Að menn í huga. Er ekki Serge Gnabry? Jú, hann er hann. Já. Boateng? Er hann farinn? Boateng er hann. Þetta er síðasta giskið þitt helgi. Philip Lahm þá í fullu fyrir þarna? Nei, hann er ekki. Hvernig hætti hann aftur? Það er eitthvað aðeins fyrir þetta helgi. Einhver ára á undan, já. 18 kannski eitthvað. Gauti, þú ert með síðasta. Hann vantar kantmann, miðvörð og hægri bakur eða miðjumann eða ekki? Ég segi ekki neitt. Það reyna að fá eitthvað allavega. Nei. Farði ekkert úr mér. Mér þú í huga sko. Batstúber eða Javi Garcia, ég veit ekki hvort það er síðan. Nei, það er nokkuð. Hver er mikilvæg tímafressan? Bara að verði hérna þangur til á morgun. Það var gott að vita. Tökum Garcia bara. Það er ekki rétt. En samt, bara góð framistæð hjá þér, Gauti, hérna þú náður að saksa 2 stíga án hana í byrjunleginu. Fyrsta allavega. Voru við að glemma Hummels eða? Já. Það voru 3 menn sem þið glemdu og það Hummels var ekki, nei. Okay. Það er David Alaba sem var einn hafsætturum með Boateng. Svo er Thiago Alcantara sem var á miðunni og kantinum er Ivan Perisic. Minn maður? Já, ég var svona sem ekki búast við Perisic sko. En svona Thiago og Alaba, það var alveg mögulegt. Já, þá bara förum við strax yfir í næsta feril
og Helgi, þú byrja þar. Þú ætlar að byrja á nefni leikmann sem byrjaði fyrir Manchester City þegar þeir unnu United á Old Trafford 2011 þá var unnuður 6-1 Já. í þeim fræga leik. Herru, ég byrja á öfugum enda því að Balotelli kemur strax upp í hausinn. Það er líka bara hárið rétt. Hvað, 2011? Já. Já. Er jæja þarna eða? Já, ég er góðinn. Ég held að Guy Cleese sé þarna. Já, það er rétt. Þarna var Guy Cleese rétt. Ég ætla að fá hann einu sinni í dag. Já. Nú er búin að vera svona fastur á Já. í hausnum. Er Silva í hólunni, er hann mættur eða? Silva er þann á. Sjá er ekki Seko bara fram með Balotelli eða? Nei, Djöfull. hann er ekki kominn. Eða þú veist, á bekknum með eitthvað, ég veit það ekki. Ekki byrjunlega þá. Hann heitir Zabaleta, hægri bakurinn. Nei, hvað heitir hann? Hann heitir það, Já. en það er ekki rétt. Það eru Joe Hart að vantilega markinu. Hann var í markinu. Langar þetta að giska á Nolito. Ég man að hann var hann. Er hann hann? Það er ekki rétt. Hann var vissulega í City. Ég veit ekki hvort hann var á þessum tíma. Það eru Vincent Kompany. Hann er þann á. Captain. Þetta er síðasta giskið þitt, Gauti. Er Boateng hann eða? Nei, hann er ekki þann á. Síðasta þitt, Helgi. Já. Er ekki bara King Kolo Toure í vörðinni eða? Nei, ekki heldur. Sjöfull. Nei. Þetta gekk aðeins hægar heldur en bæinlið, en það kannski aðeins lengra síðan þetta lið var, en það var nokkur nöfn sem að ég hefði viljað sjá koma sko. Það sem vantaði var hann að hliðin á Kompany í vörninni var Julian Lescott og í hægri bakurði var Richards. Micah Richards. Á miðjunni hliðin á Jaja, það var Gareth Barry og svo var James Milner og svo svona sá stórið sem að ég hefði viljað sjá okkur taka, það var Sergio Aguero. Ég ert að grínast. Þorði ekki í hann. Ég veit ekki hvað fyrir. Það er hann er samt svona einið hann sem ég eiginlega skammast mér fyrir að hafa ekki komið hann. Já, ég skil það. Hinn er verið svona eru City Icons sko, en það vantaði hann að City Legend sko. Já, klálega. Já, þetta er svona eins og að gleyma Rooney í United. Já, svolítið. Byggðist forlóts til hlustunda. En herðu, staðan þá eftir ferilinn, ef ég les í þetta hjá mér, er Helgi með 18 og Gauti þú með 11 eins og við veitum, en þá innan seilingar og þá förum við næst í almenna kunnóttu. Í almenni kunnáttu þá ætlum ég að spyrja ykkur spurningar sem að tengjast fótbolta bara ekki neitt og sjá hvort að þið vitið eitthvað annað heldur en bara fótbolta. Það er náttúrulega spurningin kemur svona í heilsinni, er náttúrulega til þess að athuga hvort þið vitið eitthvað fótbolta sko. En það er svona, hefur verið bæðið búin hjá okkur. Já. Pólstjarnan. Já, Pólstjarnan, hún var góð síðan. Við styrir norður. Einmitt. En þá byrjum við bara fyrstu spurningu. Og þá ætlum ég bara að spyrja mjög einfalt. Hvaða tungumál er talað í Brasilíu? Portugalskan. Það er rétt. Já, Gauta. Byrjum með einfalt. Og önnur spurning í almennri kunnáttu. Hvaða líffæri mannsins hefur 4 hólf? Hjartað. Það er rétt. Þetta var rétt á undan hana. Þriðja spurning í almennri kunnáttu. Hvaða form hefur 4 jafn langar hliðar og 4 það er Gauti Og 4 ég segi ekki meira því þú bípaðir hendum bara í ferningur eða eitthvað. og það er rétt Já, ok. Það væri kannski ferningur. 4 rétt horn og 4. spurning í almennu kunnáttu. Hversu margir litir eru í regnboganum? Rosalega jafnt þarna. Ég held ég verði bara að biðja ykkur að taka skerflaðsteinn á þetta sko. Þetta ég sá ykkur eiginlega bara saman tíma. Þú. Það er Helgi. Já, en svo er það bara svarað svo rétt sko, sem Já, er annars. það er spurning. Herðu, er þetta ekki bara 6? Það er rámt. Sjöfullin. Það er líka rámt. Það eru 7. Þeir eru 7. Það var annað Ok. penni yfir maður. Og loka spurning í almennri kunnáttu.
spennan allt í náttúrulega gríðarleg bara hversu margir leikmenn eru inn á vellinum í einu leik í blaki? Það er Gauti. 7. Það er rangt. Þannig við báðum liðum ekki? Í einum leik. Já, í báðum liðum. Eða ekki? Ég er bara spurningin. Ok. Það eru þá 10 í heldina. Það er líka rangt. Okay. Þeir eru 12, það er 6 í hvora liði. Það er 6 í hvora liði. Hvort sem hefur fattað spurningunni rétt og það eru sagt 14, þannig að Já. En já. Þá ég reynda, já. Djúvel, þetta er Ég kom ekki vel til þessu. Nei, staðan í almennri kunnáttu, eftir almennri kunnáttu er Helgi með 18 og Gauti, þú ert með 14 og já, þá var þetta orðið frekar jafnt þegar við förum í næst síðasta liðin í keppni sem er tölfræðin. Tölfræðin virkar þannig að ég spyr ykkur spurninga þar sem að svarið er alltaf einhver tala og þið skrifið niður svörun ykkar og sá sem er nær fær rétt svar og stíið fyrir. Og já, ég ætla svo þetta er náttúrulega bara þegar að þið eru báðir tilbúnir að þið skiptist á líka bara að segja svörun ykkar í mikrofóni þar sem að þetta er hlaðvarp. Þá er fyrsta spurningin í tölfræðinni. Gareth Barry er leikihæsti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar frá upphafi. Hvað lék hann marga leiki í deildinni? Já, ég Báðir tilbúnir. Gauti, þú byrjar. Hörru, ég sagði 630. sagði það sama. Er þetta grínast? Það er sama. Já. Þá fáið báðir stig en hvorur ykkar er með allavega hárrétt en þetta eru 653 leikir. Ok. En fáið báðir stig fyrst í sögðu bara það sama. Önnur spurning í tölfræðinni. Real Madrid trónir á toppnum yfir flest tímabil í meistaradeild Evrópu samlagt. Hversu oft hefur liðið verið á meðal þáttakanda? Helgi, þú mátt byrja. Ég sagði 30. 27. Og stíðu fyrir til Helga því að rétt svar er 56. Já, ok, ég held nú bara keppnin var í yngri, sko. Nei, þeir unnu fyrsta titilinn í fyrstu meistaradeild Evrópu 1955. En það eru aðeins meir en 56 ár síðan þá, þannig að þeir hafa einhvern tímann ekki verið með þá. Já. Greinlega. En þriðja spurningin í tölfræðinni, það er, hún hljómar svo. Chelsea, Manchester United, Manchester City og Liverpool deila öll metinu yfir flest stig fengin á heimavelli á einu tímabili í ensku úrvalsdeildinni. Hversu mörg voru stigin? Og þetta er sem sagt í 38 leikjadeild, það er að segja 19 leikir á heimavelli. Já, Gauti. 54. Og Já, sama. aftur fáið auðvitað báðir stig. Það er pirrandi, hættu þessu. En Ég get ekki rétt svar strax á hann er alltaf að segja það sama og ég. Voru við ekki bara að hugsa bara einn tapaða leikur? Það er skilji, ég fór að Ég reynda hugsaði þannig, sko. rétt svar er 55 stig. Ok. Þannig það er 18 sigrar og 1 jafntefli. Já, loka spurningin þá í ferlinum og vonandi svarið ekki aftur það sama. Þetta er magnað. Hljóma svo. Þjóðverjinn Miroslav Klose er sá leikmaður sem flest mörk hefur skorað í lokakeppni HM en hann lék á alls 4 lokamótum. Hversu mörg eru mörkin? Já, fór. Þú búin líka. Ég er búinn. Já, Helgi, hún byrja 22. og 17. Gauti og stíði fyrir til Gauta. Rétt svar er 16 mörk. Strax á. 6 er þarna aðeins á. Helgi, eftir tölfræðina þá ert þú með 21 stig og Gauti þú ert með 17 og það er því mjög jafnt þegar við komum að loka liðinum sem er síðasti séns. Síðasti séns virkar þannig að þið fáir báðir sitt hvora spurninguna og fáið að velja í hvaða erfiðleika flokki þeir eru, 3 stiga, 5 stiga eða 10 stiga erfiðleika stig. Gauti, þú ert undir, þannig ég ætla að leyfa þér að velja hvort þú byrjar eða ekki. Ljum honum að byrja. Helgi, hvaða tekurðu?
Þannig að þetta er 4 stiga fórskot. Já, 3-5 eða 10 já. sem maður velur. Já, spurning hvort maður ætlar að vera stóri eða lítill, sko. Það er bara át og sigur ef þú tekur 10, en Já, get farið í 5 og treysta á hann drull á 10, sko. já, Það er svona pælingin, sko. svo er 5 ekkert eitthvað. Það hefur ekkert verið gimmí sko fyrir alla. Nei, ákveðlega. Herðu, En þú ræður þessu. ég ætla í 10 bara. Allir í 10. Spennandi. Já. Þá finnum við hana. 10 stiga spurningin. Hljóma svo. Craig Bellamy, Peter Crouch og Andy Cole eru á meðal leikmanna sem hafa spilað með 7 mismunandi félögum í ensku úrslitinni. Þeir eiga það sameiginlegt að deila öðru sætinu leiki með flestum félögum í deildinni. Hver er efstur og hefur leikið fyrir 8 mismunandi félög í deildinni? 8 félög sem eru leikið fyrir fleiri félög en þessir 4 sem þú nefndir. Já, Og þeir voru aftur. eða 3 held ég að þeir voru. Þeir voru hérna Peter Crouch, Bellamy Og Andy Cole. og Andy Cole. Og einhver eitt sem spilaði fyrir 8 lið. Þetta var bara Premier League. Eða enska, já, Premier League. Já, Já, kannski einhverju journeymen í 50 sem að spiluðu fyrir 11 félög eða eitthvað. Ég veit það ekki. já, svona pæla hvort það var ekki örugglega við þinn Reed, sko. Mjög heilbrigt fyrir fyrirskiptina. Stanley Matthews. Hann ábyggla metið. Hann alltaf spilaði þannig til 47 ára. Já, Ótrúlegt, sko. Ég er 28 ára að dreipast í líkamann. 29 reyndar, 29. Já, Þetta er ammæli fyrir dag. til hamingju með það. Já, takk fyrir það. Þannig, þegar hann klikkar, get ég hendi 5 og unnið. Já. Já, það er þetta. herðu, er þetta ekki bara ég er núna alltaf komið 2 markmenn í huga, sko. Og mér langar að segja bara Shea Given. Ef það er rétt, þá ertu búin að vinna. Ef það er rangt, þá getur Gauti reynda að stela þessu. Og það er rangt. Gott gís. Já, það er mjög fínt gist. Já. Spilaði fyrir nokkuð félög. Rétt svar er Marcus Bent. Ok, Já, Hvað hefur Hann verið lengi hérna? bara þessu. endalust. Hann flög aldrei upp í hausun á mér og ég er eiginlega þeginn, sko. Það Já. er hræðilegt ef þetta hefði verið eitthvað sem kom eitthvað í ferlinu og maður er svo gíska á annan, sko. Hver var hinn? Það var hann ég hugsaði hvort það var Rob Green mögulega. Já. hann spilaði líka fyrir nokkuð félög. Já. Duglegur á bekknum á Chelsea hann einu sinni. Það Já. var álítið ruglað. Mannti, mér fannst. Evrópu titil. Já, nákvæmlega. Bara diggur þjónn. Spilaði ekki einasta leik. Gauti, hvað stigaflokk má ég bjóða þér? Ég langar svo mikið að fara í 10. En ég ætla að fara í 5. Já, Skiljanlegt. það meika sens. Það er samt svo leiðilegt að ég gíska vill svo. Þó að 10 er cool, sko. 5 er alveg erfitt líka. Hafa það á hreinu. Hlustendur. 5 stiga spurningin fyrir Arnar Gauta Ragnarsson. Hún hljómar svo. Hver var fyrsti erlendi leikmaðurinn til að vera markahæstur í efstu deild á Íslandi? Ég er alveg agalegur í íslenska boltanum, sko. Já. Hún spilaði honum í einhver ár. Já, það er samt. Já. Miður ekki saman sem merki. Nei. Herru. Ég er bara, það er eina sem ég er að pæla, hversu langt aftur þarf maður að fara? Erst þú með þetta eða? Nei, ég er ekki með það. Þú veist, maður er með einhver hugmyndir, bara við veit ekki hversu aftarlega, en svona fyrsta sem kemur bara. Svo er hann náttúrulega alltaf erfitt með svona erfiðleikastig því að maður veit það sem maður veit. Já, svo er það. Og það sem maður veit ekki er erfitt. Já, Og það sem maður veit er mjög auðvelt. já. Já, eins og segja, ég er ekki góður í íslenska boltanum, sko, sérstaklega svona. Herðu,
þetta er eitthvað í hug, eða? Svona, Já, þú veist, þetta er eitthvað í hug, sko. já, þú veist, maður er það líka, en mitt, þú veist, hversu aftarlega á maður að fara, sko. Hvað er eitthvað tímasprengja eina? Já, minnið að vera búið þannig kannski. Það er flott. Já, Hörru, á bara. Sjáum við eitthvað af ykkur í lók þáttar. Já, það er það. það er bara fínt. Nei, þetta. Hörru, fuck it. Ef ekki bara gíska eitthvað eða? Segjum bara, þú veist, ég ætla bara að fara í Gary Martin eða Lennon, sko. Við erum bara ekki með þetta eitthvað svona alltof langt tilbaka. Segjum bara Lennon. Já, ef að það er rétt, þá hefur þú unnið. Ef það er rangt, þá er Helgi búinn að vinna. Og ég get sagt ykkur að sá sem er komin í áttalega úrslitin er Helgi. Til hamingju. Takk fyrir það. Ert þú með þetta? Spennandi kemni. Nei, það flugu þessir og svo hugsaði ég hvort það hefði jafnvel verið Patrik Pedersen, sko. Nei, þetta er aðeins aftar, sko. Þetta er aftur, já. Þetta er Mihailo Bíbisic fyrir IA. Einmitt, ég hefði getað verið hérna ansi lengi þangað ég myndi ná þessu. Já, ég verið að kíkja á hérna á þættina hjá Kela, hérna á RÚV. Serbanir, hérna. Það er hvort að hann kom ekki fyrir þannig. Eða, nei, hérna, hvað sem er, ekki Serbanir. Hérna. Balkanbræður. Já. Ég er bara nýbyrjaður. Já, þannig. Þeir eru flottir. Herðu, Gauti, það er þeinir sögur lokið hér á þessu tímabili í Nördanum. Spurning hvort að þú verður aftur back by popular demand á næstu tímabili. Ekki lengur, ég tapaði fyrsta núna. Já. Helgi, við sjáum þig í áttalöfslutunum. Já, bara hlaka til. Já, 7. maðurinn sem er komin þangað, bara 2 þættir eftir þangað til við förum þangað og það verður spennandi að sjá, bara hvernig þú mætir. Heldur betur. Sjefarnir að vinna maður. Hver, eins og segir, Damir einu sem hún mættur. Já, Damir er einu leikmannum, komin áfram. Það heldur áfram. Já, hérna eftir að úrslitaleikurinn í síðustu seríu voru 2 leikmenn, þá held ég íþróttafréttamenn hafi svona bara legið undir feld og verið búin að vera að læra. Sko. Fórum að læra heima. Já. Gera svo tilbúna. Herðu, þá bara þakka ég kærlega fyrir mig þessi sinni og þessi þáttur kemur bara út sem fyrst og næsti verður vonandi bara fljótlega þar eftir en við sjáum til hversu fljótlega við getum farið aftur í upptöku en bara þangað til næst. Verið sæl.